Þannig að hvet ykkur til að hafa það uppi. Ég get séð hvort ég hlæði og brosið á augunum, sko. Maður er orðinn þjálfaður í því, sko. Gefið sér smá stund, kannski einhver að koma. Ég segi bara góðan daginn og veru velkomin á hádegiserindi Þjóðminjasafns Íslands. Fyrirlesarinn í dag er Dr. Arnar Eggert Thoroddsen. Arnar er umsjónarmaður grunnnáms í fjölmiðlafræði við Háskóla Íslands, félagsfræðingur og áhugamaður íslenskt mál. Hann ætlar að fjalla hér í dag samskipti á samfélagsmiðlum og rýnir meðal annars í breytta samskiptahætti kynslóðanna og tengir þá þróun í notkun íslensku annars vegar og tjákn notkun hins vegar. Með þessum orðum ætla ég bara að bjóða Arnar hjartanlega velkomin. Gjörðu svo vel. Takk kærlega fyrir. Ég bara þakka Þjóðminjasafninu fyrir að treysta mér fyrir þessum fyrirlestri og fá mig hingað og í dag, þetta er íslenska tungu. Ég ætla fyrst að segja ykkur raunni hvað þið eruð ekki að fara að fá. Ég er ekki íslensku fræðingur, ég er ekki þjóðfræðingur, ég er ekki sagnfræðingur, ég er félagsfræðingur. Það eru mín fræði og þau ætla ég að styðja mig við að mestu hér í dag. Hins vegar hef ég alltaf verið mikill áhugamaður íslensku og gerir mér far að skrifa góða íslensku. Og svona vil vanda mig við það og er þess svona, dálit upp með mér að vera komin hérna. En þið eru ekki að fá neina leksíur í hvað heitir þetta? Viðtengingarhátíð þátíðar en einu slíku, sko. Þar er ég algjörlega út að aka, sko. En þannig að, eins og ég segi, mér finnst gaman að íslenskunni, ég vanda mig við að skrifa íslensku og eins og Einar Ben sagði, ég fann að á íslensku mætti hugsa alla hluti á jörð. Þetta er yfirfært en einhvern meginn þannig var þessi setning hans Einars. Mér þykir vænt hana og þykir vænt tungun okkar. En það sem ég ætla að tala í dag er aðalega hvernig við tölum saman á samfélagsmiðlum, þessum nýju fjölmiðlum sem fólk notar svo mikið í dag til að vera í samskiptum, hvort sem það eru einstaklingar eða hópar. Þetta er það sem ég langar til að tala í dag. Ég ætla að reyna að hafa þann fyrirlestur í sirka 20 mínútur, síðan að því ég er svo góður við ykkur að ég er með smá bónus fyrirlestur. Og ég sagði engum frá því að því ég þorði því ekki. Ég vildi ekki segja skipuleggjendunum frá þessu, en þið fáið svona aukalag, það er uppklapp. Og bara það verður gaman að fá okkur að taka þátt í því með mér. Þar er ég aðeins að hugsa svona þýðingar á íslenskum orðum og erlendum orðum. Og ég vissi það að þetta væri líklega eina tækifæri sem ég fengi til að tala þetta áhugamál mitt. Þannig ég ákvað bara að nota tækifærið á degi íslenskrar tungu og spjalla þess þetta. Síðan, við höfum alveg tíma til hvað? Við höfum 45 mínútur, eða ekki? Síðan langar mig að sjálfsögðu til að opna salinn undir endan og fá spurningar og jafnvel svona smá spjall. Og ég sé til þess að miðla því til þeirra sem heima sitja.
Þá ég búinn að koma því frá og það ekki hægt að hanga með á neinu lengur. Ég get bara farið í minn fyrirlestur, íslensk tunga og tjákn. Og tjákn þetta nýyrði sem mér finnst afskaplega vel heppnuð þýðing á enska orðinu emoticon, sem eru þessar híróglífur, nútíma híróglífur sem við sjáum hér, sem fólk notar til að tjá tilfinningar og lita setningar og pælingar sem fólk með. Og þetta þetta gert úr þessu tákn, þetta eru tákn, og að tjá sig. Þar við komið orðið tjákn. Ég finnst þetta stórkostlegt orð, þetta bara á pari við þota, sími eða öll þessi dásamlegu orð sem við eigum. Rótin af þessum fyrirlestri einfaldlega þessi tími hér sem ég að kenna. Þetta námskeið sem heitir samfélagsmiðlar og þarna erum við, ég og nemendur, og þetta Konráð Jónsson, lögfræðingur, lengst til vinstri. Hann var að fara með okkur í pælingar tjákn og svona lögfræðilega hliðar. Það verið að lögsækja fólk fyrir að læka færslur, eins og þið hafi kannski orðið vör við. Og fyrirlesturinn einfaldlega byggður á því sem við krakkarnir höfum verið að tala í tímum og þessum ritgerðum sem ég hef verið að fá frá þeim og þessum hugsunum og pælingum okkar, ég þetta gamall kall og þetta unga fólk og hvernig þau að veltast og pæla fræðilega í þessum, vil ég meina, þessi nýju veruleiki sem við erum svona að myndast við að reyna að skilja. Þannig að ég ákvað að birta þessa skemmtilegu mynd á okkur og allir með like-knappinn á lofti. Skipulag fyrirlestarins svona, hann fjórskiptur, ekki þrískiptur, sem hefði nú verið klassískara. Mér langar aðeins til að tala félagsfræði, alveg í upphafi. Mér langar síðan til að tala hvernig við tjáum okkur á samfélagsmiðlum, aðeins að nefna þessa tjáknavæðingu í 3. kafla og aðeins að tala síðan tungumál sem slíkt, íslenskuna, og þá erum við að þræltengja inn í þennan dag okkar. En minn áhugi, og fleiri í salnum sé ég, liggur í þessum félagsfræðilega veruleika og þessum boðskiptum og þessari þörf okkar, þessa mannlegu þörf okkar til að vera í samskiptum, tala saman, miðla einhvers konar upplýsingum og og vera í samskiptum við hvort annað. Við erum félagsdýr. Þetta það sem keyrir okkur svo mikið áfram. Félagsfræðin, tengingaþörfin að vera í samskiptum. Og við sjáum þetta sannarlega gerast á öllum þessum samfélagsmiðlum sem í gangi núna, þar sem fólk að tjá sig lón og dón allan sólarhringinn og til bölvunar og blessunar, mætti segja. En félagsfræðin, tengingaþörfin að vera í samskiptum. Ég að kenna bók sem heitir einfaldlega Social Media eftir Christian Fuchs. Hann mjög neikvæður maður. Hann sér þetta allt mjög neikvæðum augum, þessa samfélagsmiðlaþróun. Þannig að ég og nemendurnir tókum það upp hjá okkur að vera jákvæð og reyna að sjá fleiri hliðar á samfélagsmiðlum heldur en þessar neikvæðu, af því að í fréttinnar eru venjulega neikvæðar, sko. Samfélagsmiðlar að fara með samfélagið til helvítis. En við nemendurnir reynum að horfa á þessa jákvæðu þætti samfélagsmiðla. Hvernig þeir geta líka samtengt fólk, hjálpað fólki að tjá sig, jafnvel dregið fólk sem átti alltaf erfitt með að tjá sig í raunheimum og að feimið fær þarna allt í einu svæði og svið til þess að tjá sig. Þannig að mér finnst að við ættum öll að hafa þetta í huga. Samfélagsmiðlar, ég að segja, ég vil segja svona cirka 10 ára gamalt fyrirbæri upp á þessa ofsalegu notkun, þessa ofsalegu þróun, þessa hröðu þróun, og það að koma nýjir miðlar, gamlir miðlar dett út. En hugsið ykkur þetta ægivald sem til dæmis bara Facebook hefur á heiminum. Það eru milljarðar manna sem eru tengdir þarna inn. Þetta hefur þetta breytt ansi miklu og fólk í samskiptum allan sólarhringinn. Höldum áfram með þessa tengingaþörf. Við erum að tengast í gegnum alls kyns samfélagsmiðla, áreitið að sjálfsögðu gríðarlegt.
neikvætt og jákvætt eins og ég segi. Og við hérna inni erum kannski í betri málum oft heldur en þessu stanslösa áreiti sem börnin okkar að lenda í, svo ég bara orðið það bara eins og það er. Og hvað er neikvætt við samfélagsmiðla? Það þetta áreitið, tímasuga, þunglyndi og kvíði sem fylgir þessu, dregur fram það versta í okkur, misskilningur, hatur, einfaldanir. Eins og þið sjáu hvernig þetta er keyrt á Facebook, Twitter og jafnvel svona kommentakerfum þessa stóru miðla. En hvað er jákvætt? Kemur á vináttu, kemur á samskiptum milli fólks, tengir fólk saman, flýtir fyrir samskiptum, það er ekki alltaf að vera að hringja í fólk og eyða 5 mínútum í að tala veðrið, getur bara komið beint að efninu, gleður, styrkir, bætir, kætir, já, þetta líka hægt, dregur fram það besta í okkur, hjálpar óframfærnum að vera í samskiptum. Þetta upplifum við og sjáum líka. Hvernig fer þetta svo fram? Ég er með bara nokkur skjáskot til að sýna ykkur. Hvað er að gerast? Ég bara gerir ráð fyrir að flestir hafi einhverja reynslu af fjasbókinni, eins og minnst gaman að kalla Facebook. Það er ég, þessi lægri, aðeins skeggjaðri þarna, og þetta er vinur minn, Einar Kvaran, hann við hliðina á mér. Kona mín efst setur hann inn, kallar okkur sjósundsbræður og setur þessi millumerki þarna með til að dreifa póstinum betur. Og þá, eins og þið þekkir, byrjar fólk að koma inn. Þarna kemur Orri Harðarsson, vinur minn, Guðmundur B. Hanna, hann frændi minn, og Orri Arnar er svo mikill akademikur að maður getur meira að segja trúa því að hann væri á leið í fyrirlestur einmitt í þessu outfiti. Þannig að það kemur svona grallaragrín, svona vinalegar hnýtingar jafnvel á milli manna sem kannski sjást ekki mikið. Ég hitti Orra ekki mikið formlega, en ég hitt hann þó þarna. Og mér finnst vænt þetta. Mér finnst lítið talað þennan eiginleika Facebook að ná að halda einhvers konar samskiptum gangandi milli vina. Og þarna það að gerast. Ég svara og hann svarar aftur. Þannig að hann aðeins í hausnum á mér og ég í hans haus. Þetta bara eitt dæmi. Þetta gerist milljón sinnum á dag í gegnum þessa miðla. Mér þykir þetta mjög skemmtileg færsla. Þorsteinn Stephensen, það einhvers konar samtal þarna. Ég ætla nú ekki að lesa þetta upp. Ég hef ekki tíma í það. En þeir eru eitthvað svona aðeins að fíblast í hvor öðrum. En síðan kemur þessi fallega setning. Já, þetta er þessi fallega setning. En við þurfum að fara að taka bollabráðum rauði refur. Og ég spyr alltaf nemendum mínir, hvað haldið þið með þessa menn? Er þetta kunningjar, er þetta vinir? Og fólk segir, þetta eru líklega góðir vinir. Af því að Snorri hefur leyfi til að kalla hann rauðan ref. Og hann greinilega að væntum þykju, núna langar mig til að fara að hitta þig. Þannig að þarna er annað dæmi svona jákvæða virkni í þessa miðils. Enn eitt menn alltaf með eitthvað gáskafullt grín þarna. Atli Jarl segir, það mætti halda einhver vitleysingur hafi komist í Snapchatið mitt. Snapchat er einn af þessum samfélagsmiðlum. Og þá segir einn af hans bestu vinum hann neðst, mætti halda, það er búin að vera vitleysingur í Snapchatiðinu frá upphafi. Við erum að vísa í hann sjálfan. Og hvernig svarar hann vinu sínum? Svarar hann með einhverjum svona púka, en púkin heldur á hjarta. Þannig að þarna eru tveir menn í samskiptum. Þeir eigi samskiptum. Þeir eigi samskiptum með orðum, en líka, eins og við sjáum með hreinu tjákni og jafnvel svona það sem kallað er svona, þetta er svona limmið eða mím, svona, þarna er hann bara að segja, þetta var fyndið, kæri vinur og mér þykir vænt um þig. Þú mátt gera grín að mér að þið verðum góðir vinir.
Og ég ætla að ljúka þessum kafla bara á að segja ykkur frá Lena Hulda Örvarsdóttir, nemandi minn, gerði litla rannsókn sem hún kallaði til hamingju afmælið, rannsókn á mismunandi afmæliskveðum eftir kyni á Facebook, og hún tók bæjarfélag út á landi sem dæmi og rannsakaði mismunandi reikninga fólks til að sjá hvernig kynslóðnar og hvernig kynin haga sér hérna öðruvísi. Hérna vinkona til vinkonu, innilega til hamingju með daginn sæta, 2 tjákn. Ég veit allir vita hvernig þessi hérna rannsókn fór. Elsku dásamlega, innilega til hamingju með daginn, vildi geta gefið knús í dag, vonandi verður þú degur í dag. Mjög margar konurnar í þessu úrtaki hennar voru með svona kveðjur og notuðu þetta svona, og því sjáu, þetta eru orð og tjákn. Og hérna alveg ágætlega skrifað líka, við ætlum að reyna að hafa smá áhyggjur af þróun tunguna líka. Og hérna eru kallandi mæðir. Til hamingju með daginn, 2 bjórkrúsir. Og fyrir neðan, til hamingju með daginn, vinur, 1 bróskall. Þetta er kannski svona eins ítarlegt þetta getur orðið hjá karlmönnum að hérna bera tilfinningar sínar. En hérna þetta er að þróast álitið. Hérna ég er nú ekki með neina rannsóknir fyrir því, en við vorum að tala það í morgun hvernig þetta er kannski farið að fara aðeins út í raunheima og menn eru farnir að opna sig jafnvel meira þegar þeir hitta fólk í raunheimum. Flott, nú get ég farið að slaka hans á, ég held ég var ekki meina tíma. Tjáknavæðing. Ótrúlegt, híróglífurnar eru komnar aftur. Hérna, ég er nýbúinn í fyrirlestum hjá Þorbirni Broddasyni, þar sem við fórum nú aðeins í þessi mál. Mjög svo merkilegt, það verður til þar sem við notum þessa hérna, stafi, A, B, C, D og það allt, en þar á undan voru myndir, þið vitið, egypskar táknmyndir og fleira, og þannig erum við bara komin aftur tilbaka. Mér finnst þetta svo ótrúlega fyndið eitthvað. Og hérna, þeir sem nota fjarsbókina, einu sinni var bara til svona hérna, viðlíkingarhnappur, svo ég noti nú góða íslensku á degi íslenskrar tungu, hann er þarna uppi, lengst til hægri, síðan komið þessi nýju tjákn, hlæjukallinn, reiðikallinn, hjartað, grátkallinn og ég er hissa. Og hérna, þú veist, þetta notar fólk alveg hérna fram og tilbaka í öllum svona þessum samskiptum, sérstaklega á fjarsbókinni. Að hérna, þetta er út allt og hvenær á ég að setja hjarta og hvenær á ég að setja, og fólk eyðir tíma í að hafa áhyggjur af þessu öllu. Á ég að setja like? Á ég kannski að setja hjarta? Nei, ef ég set hjarta þá er bara eins og ég sé að reyna við viðkomandi. Það gengur ekki upp. Og alls konar svona hérna í gangi. Og sýn ykkur bara hérna, og þetta er alls konar og bara, þetta er bara eins mikið og ímyndunaraflið ræðu við. Líka svona það sem kallað er svona GIF, þetta hérna er vinsælt. Einhver er í umræðu og segir eitthvað vitlaust og þá eru margir sem nota þessa mynd, þetta er úr Star Trek þáttunum, til að lýsa yfir ó nei, þetta er algjört rugl eða Guð minn almáttugur, þessi maður er algjörlega út á túni. Þannig að þú ert að orða hugsun, þú ert að orða setningu með einni stillu úr sjónvarpsþætti. Og þetta er líka notað mjög mikið. Hérna, einn nemandi minn sagði, foreldrar mínir tala bara saman með svona hlutum. Við erum bara búin að búa sér til einhvers konar GIF, hérna, tungumál sín á milli. Þetta er alveg stórmerkilegt, sko. Og þetta fer eftir kynslóðum, bæjarfélögum, hvaða hópar er að tala saman, hvernig tjáknin eru notuð. Þannig að það eru þetta alls konar stílar sem eru í gangi. Hérna eru svona það sem kallað limmiðar. Þetta getið þið notað líka í Messenger. Að þú veist, hérna, þú ætlar að fara í afmælisveislu og henni er frestað og þá getur þú sett hennan hérna sem heldur svona utan hausinn á sér. Eða like-gaurinn þarna og svo framvegis. Eins og ég segi hérna, þetta eru bara, ég er að hugsa hérna út í loftið, upp í loftið, út í loftið. Tjáknavæðing, hvað þýðir þetta? Erum við komin aftur í híróglífurnar? Villust skrifa hjá mér, sýnist mér. Þetta hófst allt í rauninni með þessum brosköllum í hérna tölvupóstum.
þar sem sko þú lámarkar hættun á misskilningi með því að í staðan fyrir að setja bara með kalt bréf og punkt, þá getur sett svona broskall í endan og þá bara, já, það var auðvitað bara þessi punktur og svíinn. Síðan hefur þetta þróast. Leið til að gera köld samskipti heitari, nákvæmari, skiljanlegri. Auðvitað mismunandi merking á milli kynslóða. Nemendur mínir þola ekki like-knappinn. Þau segja að hann sé svona, nú þarf ég að sletta allt svakalega, þið verða að hjálpa mér eiginlega. Svona passive-aggressive, hvað heitir þetta aftur? Það var til góð þýðing á þessu. Svona, laun, ok, ég man það ekki, komum staðið á eftir, en að vera svona, þetta var ekki gott í þeirra bókum, og skömmuðu mig fyrir að setja upp svona like-knapp. Þetta kemur á eftir, það til stórkort, þið megið kalla það fram eða þið eru með þetta, það til mjög góð þýðing á þessu að vera passive-aggressive. Það var laun eitthvað, laun góður eða eitthvað, eða laun illur. Var það ekki laun ilska? Man einhver eftir þessu? Enginn, nei. Já, þið sem eru að horfa, við erum svona að reyna að velta einhverju þýðingu, en nú ég farin að missa mig í smáatriðum, þannig ég ætla að halda áfram, bíðum með þannig að við komin í spurningatíman. Mismunandi merking milli kynslóða sjálfsögðu, mikið karlmenn, eins og ég var bara að gefa ykkur dæmum, gefur fólki færi að vera innilegra, þessi tjáknavæðing, þegar allt sem best. Fólk velur sér stíl, tjáknaverund hvers og eins, getur notað það orð, og tjáknaverund hvers og eins. Bætir samskipti en getur auðvitað klúðraðum líka. Ég meina, það aldrei, þetta alltaf yin og yang. Hvað við fengjum 12 viðbragðstjákn í stað 6, það betra eða verra? Það hægt að spurja sig. Tjáningin einskorðast auðvitað af kerfinu, við erum svona römmuð inn af því tjáningarkerfi sem okkur gefið, sem svona smá túlkunarpæling, sko. Og bara, og örlítil dæmi þetta, sko. Þannig að segi ég sjálfur til sjáðu, orðlaus og set 3 tjákn. Hjarta, þetta, sem ávist að vera svona, gefa 5, en ég líti á þetta sem svona að biðja bænir, og set svona hjarta, orðlaus, að ég er svo ánæður með árangurinn hjá henni. Þá kemur frændi minn, hann Rúnar, góði frændi minn Rúnar Ingi Hanna, Arnar orðlaus, það nú jafnvel stærri atburður en þessi Óskar. Og mér þótti mjög vænt að fá þessi skilaboð frá frænda mínum, hann fyndinn og skemmtilegur, og ég gaf honum eitt svona hlæjukall þarna og 2 til viðbótar greinilega. Royal-búðingur, bara til að sýna ykkur að fyrirtæki nota þetta líka. Þeir eru þarna með kórónu og broskall, og síðan tengdamóðu mín, yndisleg, hún notar bara 1 tjákn, það er gamli góði like-takkin. Það er alveg sama hvað maður segir, like, ég seti einhver svona mynd, áfram Petro segi ég, like, og það er bara like alltaf, það er svona fylgir ákveðinni kynslóð. Og að endingu bara tungumáli sem slíkt, sem manni finnst erfitt þegar maður er komin á svona kerfi, hvernig getum við viðhaldið íslenskunni í stafrænum heimi, að viðhalda íslensku gæðistalöpunum, þýða, ég meina, ég á vin út í Finnlandi og þar býður nú fjarsbókin upp á þýðingu á því sem að segja, sem mér finnst mjög þægilegt. Íslenskan er svona alveg langt þarna inni, hún er í Google Translate, en til dæmis grænlenska, ég á líka vin í Grænlandi, það er ekki möguleiki, ég get ekkert skilið hvað þeir eru að segja, þeir koma með sín 40 stafa orð og ég veit ekkert, ég þarf að vonast til að ég skrifa á dönsku til að ég get skilið eitthvað. Og síðan bara hvernig, ég ætla ekki að segja tungumál, hvernig tjáningar hæfni okkar þróast bara í gegnum áratugina, sko. Verður stafrófið einhvern tímann bara úrelt, fer fólk meira að tjá sig bara með myndskilaboðum, tala inn á símana sína og svo framvegis.
langir textar eru bara Facebook í sig og mest gamlir kallar, tuðarar. Þetta staðreynd. Og síðan segi ég hérna öðruvísi íslenska á mismunandi miðlum, það er öðruvísi íslenska á Twitter og öðruvísi íslenska á fjarsbókinni. Á Facebook langar og oft fagrar færslur, ég minna að það eru góðir pennar sem stíga fram á Facebook og skrifa fallegt og skemmtilegt og dásamlegt mál. Ég minna Þórarinn Eldjárn er mjög virkur á Facebook, hleður hann í ljóð við og tjáir sig. Guðmundur Andri ágætist dæmi góðan íslenskumann sem hérna þrífst á Facebook. Twitter er svona eins og ég segi, þetta er svona hnyttni æfingar þar. Og TikTok, það er nýjasta nýjasta samfélagsmiðlar, það er eitthvað sem við munum aldrei komast þar inn. Það er of seint fyrir okkur. En sjáðu hvað ég er bónus uppklapp. Nú ætla ég að lauma inn 10 mínútna fyrirlestri og nýti mér gróflega aðstöðu mína. Starfsmaðurinn kinkar kolli, þannig að ég verð ekki rekinn. Af því að ég er tónlistargagnrýnandi og tónlistarfræðingur og hef mikið skrifað íslenska tónlist og við erum með þetta litla tungumál okkar. Það er ekki margir sem tala íslensku miðað við aðrar þjóðir. Þá hefur reynt á okkur sem erum að skrifa sem mest íslenska tónlist. Það hefur reynt dálítið á þýðingafærnin okkar og við erum bara nokkrir sem hefur verið að skrifa í gegnum tíðina og það er svo merkilegt hvað Íslendingar eru miklir tungumálanördar og við erum alltaf til í að hugsa og reyna að finna einhverja þýðingar. Og ég ætla bara að hendi ykkur nokkrum svona orðum sem mér finnst bara merkilega í þessu tilliti, tengist í rauninu bara sögu íslenskar dægutónlistar og hvernig íslenskt tungumál er notað til að koma því öll á framfæri. Og hérna segi ég dauðarokk, þetta er íslenskt orð, til þess að lýsa stefnu sem heitir death metal. Death metal. Heavy metal er þungarokk, er það ekki? Hefðum við þá átt að vera með dauða þungarokk? Nei, sá sem þýddi þetta, og hann heitir Árni Matthíasson, hann sleppir dauða þungarokk, dauðarokk. Og auðvitað er það rétta þýðingin, fatið þið. Þarna eru menn naskir. Þess vegna komst aldrei þrýstiloftsflugvél, var það ekki? Hún komst aldrei inn í málið. Þota var það. Ekki þrýstilofts eða sjálfrenni reið. Þetta endaði, bifreið finnst mér enda mjög gott, en það var bíllinn. Og þarna erum við dauðarokk, 2 atkvæði, dauðarokk, nei 3 atkvæði, dauðarokk. Hefði getur að dauða þungarokk en það er bara of flókið. Ég kom nú sjálfur með þetta þarna, það er extreme metal, öfgarokk. Þetta er bara fínt, þetta er bara ágætt. Síðan eru orð sem þú þarft að þýða bara beint, í rauninni eins og jazz. Það er orð sem heitir thrass, þetta er svona undirgrein, og þá kemur bara þessi skemmtilega íslenska þýðing, thrass, thrass. Bara svona hljóðlíkingin notuð. Síðan fór einhver maður af stað og vildi kalla þetta bylturokk, og hann var einn það en var farin að skrifa þá orðin á íslensku Wikipedia síðuna. Og ég fór bara inn á íslensku Wikipedia síðuna og ræddi við hann og sagði þú getur ekki kallað tónlistarstefnu einn þegar engin hefð fyrir því. Þetta er nú búið að kalla þetta thrass í þetta mörg ár. Þú getur ekki ætla bara með handafli að koma með nýja þýðingu. Þetta er eins og ég fær að tala jazz sem óláta belgja tónlist og auðvitað myndi enginn skilja hvað ég var að meina. Þannig að hefðin, og ég kalla þetta alltaf, ég er nú það mikill íslensku maður, mér finnst alltaf svo sárt þegar orð sleppa eins og ég kalla það. Þú veist, þegar það bara næst ekki að þýða það. Þú veist, miklu betra að við séum að tala dauðarokk heldur en við varum að tala bara death metal. Danirnir eru örugglega bara að tala death metal. En það nægir okkur ekki. Víkingarokk, Viking metal, Vikingarokk, svartþungarokk, black metal. Þar eru þessi 3 eru í gangi. Svartþungarokk, svartmálmsrokk, það er kannski skemmtilegra orð, það er kannski svona meira spennandi. Svartmálmur. Þau 3 eru í gangi dálítið í jöfnum höndum.
og mér finnst það bara fínt, það er bara gaman að hafa smá lit í þessu þó að sé erfitt að hafa lit í svartþungarokki. Fötuðu þið þennan? Ég var bara að semja þennan á staðnum sko. Það er til mikið finnst mér nú gaman að geta nördað alveg yfir mig hérna í músík sko. Þetta var góð ákvörðun hjá mér. Það er til svona undirstefna sem heitir Black and Death Metal. Ég kallaði það bikað dauðarokk. Mér fannst ég voðalega sniðugur, en ég meina ég held að það hafi verið talað bikað dauðarokk 2 sinnum í íslensku fjölmiðlum í þau 2 skipti sem ég skrifaði þessa stefnu. Þannig að við erum dálitlu vandræðum að eftir því sem málsamfélagið verður minna, það þýðir það að það er sjaldnar talað hluti, þannig að þetta er eitthvað sem Arnar Eggert er bara með í rassvasanum ef til þess kæmi. Svo ég segi svo lítið skrifað þetta að þetta fer aldrei umferð. Sko. Popular music, pop. Dægur tónlist er svona formlega þýðingin, en þegar ég tala við krakkana mína, nemendur, þau segja við mig þegar við heyrum orðið dægur tónlist, þá hugsum við Elli Vilhjálms og Villa Vill. Þeim finnst vera svona gamaldags bragur á þessu orði. Og ég skil hvað þau að meina, sko. Ég er svona stífur á því að dægur tónlist er svona formleg þýðing á popular music, en ég næði alveg hvað þau eru að meina. Þannig að pop er ágætt. Og þið sjáuð, við notum þetta, rap, 2p. Rap er bara þýðing á enska orðinu rap. Og bara með íslenskað orð. Sama með hip-hop. Já, sko, síðan var eitt þar sem þarna er ég komin í yfirgýr þarna í þessari, það er alveg ný stefna í rappinu sem kallast svona mumble rap, þar sem þú heyrist mjög lítið hvað menn er að segja, þeir svona tuldra. Þannig ég var að prófa þetta í dómi sem ég skrifaði, eigum ekki að kalla þetta drafrapp, tuldurrapp, muldurrapp, eða kannski bara muldur. En þú veist, endilega, þetta er líka það viðkvæmi málheimur á Íslandi, að það er nóg að einn maður, þessu tilfelli ég, skrifi 3 greinar og noti muldurrapp, og þá er orðið bara farið á ferð, sko. Þá er orðið búið að sigla úr höfn og gæti fest. Og auðvitað er miklu betra að vera með einhvers konar íslenska þýðingu heldur en erlenda. Ég er svona, maður brennur bara dálítið í brjósti fyrir þessu. Ef við notum ekki íslensku, þá auðvitað bara, þetta er tæki. Ef það er ekki notað, þá bara ryðgar það, sko. Sama techno, K-N-O, en þú veist, það kom aldrei betri þýðingurinn. Raftónlist, electronic music, það var stefna og er big beat. Þýðingin kom aldrei. Hún kom aldrei. Og þá neyðist maður bara til að setja íslenska gæsalappir utan þetta. Svona ambient tónlist, með svona tónlist sem þú tekur varla eftir, er svona án takt, svo er svona mjög svona fljótandi. Þetta var kallað sveim og svona festist að einhverju leyti. Einhvern tímann kallaði ég þetta hverfða tónlist, þetta er svona tungubrjótur og eiginlega komst aldrei inn nema hjá sjálfum mér. Þannig að ég bara hætti að nota þetta gekk ekkert upp. Það er ekki hægt að segja þetta, hverfð tónlist. Drum and bass, það komst aldrei inn, en þú veist, danstónlist, dance music í yfirfærði merkingu, húshouse og svo, í lokin, blues, jazz, prog, disco. Ég meina disco, jazz, blues, þetta eru þessi orð, ég er að segja það, mér finnst þau hafa sloppið í gegn, en ég meina þó þá að minnstakosti setja D-J-O-F og blues. Og það fer alltaf pínu í taugarnar á mér að jazzhátíð Reykjavíkur heiti J-A-Z-Z hátíð Reykjavíkur. Ég væri til í hann heiti D-J-A-S-S hátíð Reykjavíkur. Þá er ég voða glaður. En það er svona minn kverulanta skapur. En þar með er þessum fyrirlestri lokið. Takk fyrir mig. Og
Og þá höfum við nákvæmlega 11 mínútur fyrir spjall, spurningar. Ég tek þar hérna, ég reyna að svara ef ég get og við erum svona að hugsa fólki sem að fylgjast með, þannig ég endurtek spurningarnar hérna líka. Ef það einhverjar spurningar. Það hérna, ég ætla ekki að setja sama þrýsting á ykkur og ég setja á nemendum mína. Hvernig tónlist prog? Prog, þetta sagt, progressive rock, hétt þetta. Þetta voru hljómsveitir eins og Yes og Genesis, Pink Floyd kannski besta dæmið. Og það talað þetta oft svona, P-R-O-G-G, prog, sem progressive rock. Og þeir tala þetta úti með 1 G, prog, og við með 2. Já, Þorbjörn Bróðarsson. Þetta sem þú kallar tjákn og hljómar ágætlega, eins og þú segir sjálfur, það vísar nánast allt í tilfinningar. Ég var samt að reyna að finna eitthvað annað og fann hér Vínglös og bjógkrúsir sem ekkert endilega tilfinningar hægt að segja þetta skulum við gera. Já, einmitt. Þetta sem sagt tillaga. Já. En ef við svo byrjum þetta svo saman við myndletur fyrir tíma, þá það ekki tilfinningar, það sögur. Já. Þú raðar saman táknum og segir sögur. Þú varst þarna með, ég veit ekki hvað, ég veist það eru 100 ólíkar myndir. Við getum aldrei búið til sögur úr þeim. Nei, einmitt. Eigum við kannski von á því á næstu áratugum að komi fleiri tákn af tækinu Vínglös eða frá liðs. Já. Sem að gera okkur kleift að segja sögur án þess að nota venjulegt ritmál. Það þetta bara algjörlega hugsanlegt og gæti í rauninni verið að þróast þannig. En það rétt hjá þér að þetta einmitt vísar í tilfinningar. Það hefur líka verið notað orðið lindistákn. En það líka verið að vísa í einhvers konar skap og líðan og tilfinningar. En á meðan það heldur sig innan þessara marka, Já. þá rauninni kannski, mjög spurningar með ég næstu í þreistum til að svara fyrir sjálf, ég held ekki að það muni gerast. Nei, við förum aftur í sögurnar. Já. Ég held að ritmál muni handa velli, þetta bara svona viðbót. Viðbót, já, algjörlega. Þetta mun ekki leysa af og einmitt, þetta viðbætir. Það koma 3 setningar og síðan þessi tjákn til að dýpka þetta eða setja þetta í einhvers konar samhengi og svona, já, ég veit ekki, þú getur sagt, ég elska þig, punktur, getur líka sett stórt hjarta og þú veist, getur þýtt það sama, eða ég elska þig og 3 hjörtu, 4 hjörtu, 5 hjörtu. Þetta kannski svolítið tilnæmt til þess að nálgast talmálið. Já. Og þú setur svona tákn á eftir, þá það svona eins og svipbrigði eins og fylgja textanum sem þú sendur bara á í ritsöðu. Nei, ég var bara að hugsa að undirstrika það sem þú ert að skrifa. Já, einmitt. Ekstra áherslu á Já. Já. Svo eitt sem ég hef tekið eftir í sambandi með viðtöl við fólk undanfarið. Já. Bara í útvarpinu og sjónvarpinu jafnvel. Það svarar svo oft já, hvað ég að segja? Hvað er það að segja? Já, hvað getur maður sagt? Já. Skilur þú veist. Þetta svona á þessum tísku svona, hvað er ég að segja? Já. Þetta tekið eftir þessu. Jú, örugglega, Þetta vera svona syngjandi gegnum öll viðtöl í núinu. Ég var einmitt ég var í viðtali út af þessu máli í Bylgjunni, á Bylgjunni, í morgun. Og ef maður kemst í Bylgjuna, þá öll þjóðin að hlusta, skilst mér. Og þá lýsti ég því fjálglega yfir að ég hefði engar áhyggjur af þróun íslenskrar tungu. Og var að vísa í Eirík Rögnvaldsson, sem frelsaði mig frá fasisma. Frelsaði mig frá íslensku fasisma. Ég var mjög kassalaga í öllu og hann hefur svona opnað augum mín fyrir bara slakaðan og aðeins ávarnar. Málið þróast og jú, það alveg hægt að hnýta í og fussa á sveigja en þetta er dálítið úr okkar höndum, spurning. Það líka munur á því
Já. sem er svolítið mikið það sem er að gerast og það gerist með nákvæmlega sama hætti og það sem við erum að horfa nú. Ég veit ekki hvað þessi fyrirlestur þinn hefur verið öðruvísi eða það hefur verið að fasista tímabilinu, ég er ekki viss það. Það hendaði mér ágætlega eins og hann var aftur. Segir ekki hvað mikið. Mín viðþorf, það er fínt að benda á að mál þróist og þá var það síki eða hvað hann heitir, það líkt á það augum og svo framvegis. En það bara gerist nákvæmlega eins að mál voru lögð niður, það gerist á 2-3 kynslóðum. Já. Og ég myndi miklu verið lítið að það er það sem er að gerast, frekar heldur en eitthvað annað. Já, það sé að leggja stað. Það sé að nema svona fyrirlestur og nýja smíðum. Já, og þú veist, það er auðvitað oft að hugsa hvað er hægt að gera og þú veist, það er auðvitað bara þessi klassísku svör, mennta fólk, hvetja og svo framvegis. En síðan er eins og þú segir, hvort að íslenskan verður eftir, já, segjum 4-5 kynslóðir, verður eðlilega mun að taka einhverjum eðlilegu breytingum en kannski miklu hraðari breytingum út af þessari heimsþorps þróun sem við erum að sjá og og nú er ég farin að hugsa bara upp á því að hvernig írskan var upprætt að sjálfsögðu með valdi sko. En ég var að lesa tímabilið sem það tók fyrir írskuna að hverfa úr Írlandi var skuggalega, þetta voru bara einhver 30 ár held ég sko. Það sem englendingarnir fara inn og bara rífa þetta allt upp sko. Þeir eru með tímasettar áætlanir hvernig þeir geta endurheimt. Já. Og þau eru það öll þessi löndurna, Wales og Skotland. Öll að reyna að spóla tilbaka. Já. En þeir menning þeirra mjög lítið af þeirri spælingu í rauninni hafa verið þessi nógi í Englandi alla tíð. Nei, algjörlega. Ég sé svona. Já. Þú sagðist ekki hafa neina áhyggjur af íslenskunni. Ég hitti nokkuð stóran hóp af unglingum daginn og þá sögðu þau mér að þau var hægt að nota ritningar á. Og ég hugsa mér ef að beiningakerfi fyrir hverfa, maður er að heyra að eignarhalli kynir hverfa, ég er að fara til Áslaugu og ég heyrði lögmann segja vegna breytingu á lögum og svona. En þau segja að ritningaráttunan sé ekki notaður hjá ungu fólki og segja til dæmis, ég held ég fer í bíó í kvöld. Já. Og þá hugsa ég mér sko, er þetta ekki svolítið hættulegt tungumál eins og íslensku sem hefur beygingakerfi sem einkenni? Ef að beygingakerfið fer smá saman til fjandans sko, af því að ég held nefnilega að notkunin á samfélagsmiðlum, af því það er ekki notuð beyging sko, það sem er tæknileg. Það kemur beyging, nöfnin er ekki beygð og svona. Já, einmitt. Lítið er ekki undir svona. Jú. Og þegar ég segja að ég hafi engar áhyggjur, þá er ég kannski mest að meina ég er bara augnablik í eilíðinu, sko. Ég er að spá, sko, hvað er eitthvað hægt að gera til að sporna við þessu, sko. Og á að sporna við þessu, það er kannski stóra spurningi. Já. Það er og
og tek það fram að það er sjálfsagt að gera kröfur, sko. Ég ætla að taka eina spurningu viðbót af því að það var rétt upp hent þarna. Ég hef búin að undrast yfir því lengi hversu búið að snúa við nafnorðum og formum. Persónuformum og stafaformum. Það segir mjög gjarnan á íslensku í dag hans hestur. Já. Í mína tíð þá hét það hesturinn hans. Hesturinn hans, já. Hans hestur fór eitthvert, já. Þetta er búið að snúa svo alveg við. Bæði tölumáli og skrifumáli. Já. Og ég verði að spara, hvernig gerðist þetta? Ég er búin að búa erlendis í 40 ár, 40 ár. Þannig að ég er svona, reyndi að halda svolítið vel í málið. Já, já. En þetta verður undrað með lengi. Já. Já, og náðan lengi. Það var, nú þarf ég að hringi í vin, ég þarf að hringi í Eirík, spyrja út þetta. Ég er mjög passasamur upp á tíma og slikt, hún er 12:45, ég þakka ykkur kærlega fyrir og takk fyrir spurningarnar. Takk fyrir að mæta og takk fyrir spurningarnar og við höldum áfram að tala góða íslensku og leggjum okkar á mörkum. Jeps. Anna. Jeps. Gott að sjá þið, Þórbjörn.